Góða kvöldið. Halló, góða kvöldið. Nú hægt að segja góða kvöldið. Nú hægt að segja góða kvöldið. Já. Það komið kvöld. Já, við tveir erum komin aftur. Ætlum að vera ógeðslega leiðilegir. Nei, djók. Já, alltaf ógeðslega leiðilegir. Nei, djók. Hvað liður það sem að spila núna? Það var gaman í okkur það. Ætlum að hafa gaman saman. Já, það er alltaf gaman í okkur. En liðin sem er að spila núna eru höfðingjar. Á móti bölvun. Höfðingjar sem að heyra undir XY Esports. Þetta sé allt í lagi að taka það fram. Ég veist ekki eins og XY væri með Esports-deild fyrir en höfðingjar væri komin. Ég skoða þetta og síðan bara svona, já, eitthvað crossfit-lið að spila tölvuleiki og maður bara, ok, hvað er þetta? Já, greinilegt að höfðingjar eru öflugir í crossfitinu. Já, greinilega. Nei, það eru höfðingjar og bölvun sem að mætast núna og fyrsta mappið okkar sem við fáum að sjá verður control-mappið Busan. Busan? Suður-Kóreu. Suður-Kóreu, við þangað. Mega gaman. Það er náttúrulega í Suður-Kóreu, það er líkt á þig, sem sagt, ef þú ert e-sport player, þá er bara líkt á þig sem einhvers konar guð. Er það samt? Já, er lítið á e-sport spilara sem einhverja guði? Já, ok, guði er kannski svolítið svona aðeins og... Þú lítur samt að vera frekar nettur gaur, sko. Já, en þú veist, ég veit alltaf það að þú veist, ef þú ferð í eitthvað arcade og ert að standa rosa vel, þá kom allar stelpunar og það er bara svo, vá, þetta er gæinn, sko. Já. Já, þetta er eitthvað sem ég hef heyrt og séð í gegnum veraldarvefinn. Já, ég þóra svo sem ekkert að vera eitthvað að rífast um það. Nei, þetta er bara einhver sem veraldarvefinn hefur sagt mér, svo þetta er the best of my knowledge. Já, Suður-Kórea er náttúrulega þekkt fyrir e-sports menninguna sína og spilarana sína. En við erum að fara inn í mappið núna. Busan, já, við byrjaði í downtown. Já, við byrjum í downtown, Busan, heima mapp dífu. Já, ég er rétt að vona að liðið... Við fáum að sjá Mekabase. Ég er rétt að vona að liðið sem byrjar hjá stóru beljunni, að ef þeir sem sagt, ég komst að því ekki svo fyrir löngu síðan, ef þú fer á Reaper, þú getur farið hérna upp þar sem stóra piljan er, skoti í rassinn á henni, þá fyrir hann að svona dansa. Það var gaman. Já, tvörkandi belju hérna. Já, akkurat, þetta er svo agalegt. Ég er búinn að vera að nýta þetta svolítið mikið síðan ég sá þetta, sko. Já, þú varst mikið fyrir tvörkandi belju hérna í Busan. Já, heldur betur. En hérna hinum meginn er náttúrulega Diva í Nano Cola auglýsingunni á Mér langar að smakka. Blokkinni hérna fyrir utan. Nano Cola, þetta lítur að vera geggjað maður. Þetta lítur að vera geggjað gott. Þetta og hérna náttúrulega svo er hérna matsölustaðurinn í Lijiang, það er til að fara þangað líka. Akkurat. Það sem Patsi Mari er hérna lukkudýrið. Akkurat. En það er einhver pása. Já, en þá getur við kynnt liðin aðeins. Já. Svona rétt svo, í höfðingjum er Elo á Reinhardt, Hospes á Mei, Natti á Lucio, Nonsi á Baptiste, Mercials á McCree og Finnsi ætlar að spila Divu. Ég finnst mér gaman að sjá hann Finns að spila. Ég náttúrulega fylgdist með Finnsa meðan hann var í Valiant og síðan seinna í Paris Eternal og það kemur úr. Fór hann yfir í Valiant? Hann byrjaði náttúrulega óvöldslík ferilinn sinn í Valiant, sko. En hjá Bölvun erum við með Fenri á Önu, Kelly og Mr. Gaur eru á Sariu og Winston, Kivibird á Brigittu, Reyni á Tracer og Klassi er á Sombru og Reyni nær þarna fyrsta killinu. Já, á Mercials. Finnsi eitthvað að reyna að sleppa og slapp með mjög lítið help eftir, en Elo fellur. Sleppa með naumindum. Elo er fallinn. En við sjáum að Finnsi jafnbar að tekur Reyni út, en Natti er fallinn. Og Finnsi fer bara út af mappinu til þess að resetta. Tekur fyrsta... Nær fyrsta kappið á pointinu. Það er alveg voða gaman að sjá lið kappa pointin, en svo er ekki tilgangur.
Já, við sjáum hérna núna Mr. Gaur og Finnsi eitthvað battlingir off en Mr. Gaur hendir í últ og er að fara að henda einhverju lið. Nei, rétt svo það ekki... Rétt svo náði ekki Hospes út af sem komin yfir á Reaper. EMP Það kemur svakalegt nade líka frá Fenrir og nær hérna Íló. Bölvun ætlar greinilega bara ekki að leyfa þeim að komast almennilega á point. Nei, og þarna bara þurrkuðu Bölvun höfðingi algjörlega út og teamkilli með þessu EMP. Þeir halda þarna í nanoboost og það fer beint á Mr. Gaur og hann er það komin aftur hálfa leið. Rétt missir það þessu. Kemur Hænún. Og Mr. Gaur er fallið fyrir Hænúnu. Mercians heldur áfram, tekur Kelly út líka og svo Klassa. Hann verður hérna óstöðandi bara. Hospes tekur út Kýfubörd og með Mercians tekur Fenrir. Og höfðingjar snúa þessu við, taka stjórnina á punktinu. Eftir að hafa skipt yfir í dive til þess að mattsa tankana hjá Bölvun. Hjá Bölvun. Við sjáum að það er samt ennþá munur á healerum og... Kemur rally frá Kýfubörd. En soundbarrier frá höfðingjum til þess að... Kantera rallyið. Til þess að mæta því. Þannig að enginn er fallinn ennþá en Íló missir ansi mikið hefð. Hann þarf eiginlega bara að hörfa til þess að komast til lýsa af en Reyni eltir hann þetta inn á pointið. Tekur hann út. Mercians fellur síðan, Fenrir er fallinn en Nonsi og Natti falla líka og Finnsi virðist vera á point. Já, þetta er samt Bölvun Evil sem að ná núna pointinu aftur með 68%, 70% núna og 47% hjá höfðingjum. Ef að höfðingjar ætla sér að vinna þetta point þá þurfa þær að fara að taka það tilbaka Það þurfa að gera eitthvað gagn. Gera eins og Daði Freyr, gera eitthvað gagn. Já, og það er spurning, Íló er þarna nálgast Primal Rage en spurning hvort þið sitji. Já, Mercians fær þetta stikka af sig og Nonsi er fallinn. Kemur út í blóm frá Finnsa, nær Fenrir. Þannig að nú vantar það mennuna sína og þeir eru komnir á pointi, Hospes og hann Natti taka pointið. 99% komin hjá Hospes hendur út úr sinu, nær Kelly. Kelly og kemur Hænún frá honum Mercials. En Þetta var sóun. Það var þetta sóun og ekki sóun. Hann hendi í þetta og menn flúðu af pointinu. Þetta er bara til þess að kaupa pláss en það er einhver Já, það er bara spurning hvað... Það er eitthvað hik í bölvunarmönnum. Já, það er líklegast að reyna að vinna eitthvað saman. Það er spurning hvort það sé að reyna að vinna sér inn einhver út og þarna kemur EMP. Þetta er það sem þeir voru að bíða eftir. Mr. Gaur fyrir Nano inn í þetta. En Klassi tekur Natta og Mercials og þeir taka pointið. Höfðingjar eiga lítið eftir í bókanum til þess að verjast þessu. Mercials komin yfir á Doomfist og við sáum hvort að hann komist á pointið. Bölvun höfðingjar með samt að ná að koma inn á. Já, en ekki alveg nógu margir gegn mannskapnum sem að Bölvun eru með það. Og Bölvun taka fyrsta point. Tekur fyrsta round. Það er ekkert annað. En það er greinlegt að þessi leikur verður fram og tilbaka. Þetta borðið eitthvað? Já, ég fekk mér hérna súkkulaði. Já, ég heyrði að það var svo komið eitthvað upp í kjáttina. Ég er alltaf með... Hvernig súkkulaði ertu með? Gucci stuff? Herru, ég er að fá mér Kinder Maxi hérna. Nó. Já. Eðall. Algjör eðall. Já. En höfðingjar ætla að breyta eins til að við erum komin í Sanctuary. Íló er komin á Sigma, Hospes er komin á McCree, Natti á Sen, Nonsi á Baptiste, Mercials á
Hanzo og Finsi komin á Hammond. Wrecking Ball, já. The Wrecking Balls. Fenrir á Baptiste, Kiwi-Bird á Lucio, Kelly á tíminu á meðan Mr. Gaur vermir Reinhardt sætið, Reyni á Hanzo og Klassi á Sombrunni. Finsi þarna í smá vandræðum en sleppur með líf sitt. Þetta var nú aðalega bara Mr. Gaur að festa hann, sko. En hann fettur hann núna, Natti tekur eins og Reyni og Mercy stökkur Mr. Gaur. Það eitthvað að fækka liðsmönnum Bölvunar á pointinu og Kelly einn eftir á meðan höfðingjar taka stjórnina núna þetta með 5 menn á móti klassa einum eftir sem nær samt að drepa Natta. Fer Finsi 23% hérna. Komin Finsi í máli að elta upp klassa. Já, það spurning hvort hann ætli eitthvað að gefast upp á því. Kannski ekki besta notkun á hans tíma að vera að rúla sér mappið í leita klassa. Power window frá Mansa. Bölvun komin á punktið, hann pætir á hann tilbaki. Huge EMP frá klassa. Þetta stórt EMP en það gerir samt ekkert voðalega mikið af því að höfðingar samt að ná killunum. Kelly samt þetta með kill á hospice og Klassi tekur Messias út úr jöfnunni. Natti fættir en Finsi tekur Kelly. Það hérna 3 á móti 3 á pointinu. Nei! Klassi náði að hakka Finsa. Finsi á ekkert líf eftir og Mr. Gaur kemur á sínum sinni eigin eyðingarkúlu og tekur hann út. Nú Bölvun recapa pointið. Með og þá cirka höfðingjar eftir með 46% á meðan þetta tikkar inn hjá Bölvun. 35% og counting. Það bara spurning hvað höfðingjar ætla að gera í þessu til að snúa þessu öllu við aftur. Já. Þeir þetta greinilega að gera þetta en náði engum í flöksi en Hospice nær hann að Drekar hún báðum liðum. Drekar var ekki talað ekki krossa streams eða þeir fengu greinilega ekki memoðum það. Nei. Nú Kelly nær Mercials. Já. Bölvun hérna bara að halda þessu. Kelly náði líka íló á meðan bombar var í loftinu, sýndist mér. Og Bölvun siglir hérna í 80% af markið. Þetta að verða one-fight territory að þeim. Finsi búinn að skipta sig yfir í Rolltalk. Þau þurfa samt að fara að flýta sér, að fara að gera eitthvað eða ætlar að ná. Kemur EMP, Natti fyrstur fellur og það spurning hvað gerist núna. Echoinn hérna hjá Mercials samt að gera eitthvað og hann kemst á pointið en Mr. Gaur mögulega og Bölvun búinn að taka það marga af. Nei, þeir eru núna bara að reyna að halda Finsa út af og meðan Natti kemur aftur með Transcendence og kemur út eru 3 á móti 2, Natti fallinn og þeir mæta hérna höfðingjar menn með glugga en Finsi fallinn og það ekki á pointinu þannig að Bölvun tekur fyrsta mappið. Svakalegt. Höfðingjar þurfa aðeins að hugsa hvað þeir vilja gera eða vilja snúsa við. Já, nú fá höfðingjar að velja hvaða borð þeir vilja spila næst og hvert þeir vilja færaðast. En þeir þurfa greinilega eitthvað að skoða hvað hetjur þeir vilja nota til þess að mæta Bölvun. Bölvun eru sína það að þeir eru harðir í hjálpum taka. Höfðingjar þurfti raun og vera að passa sér svolítið mikið á klassa vegna þess að klassi var að koma inn með alveg rosalega flottum EMP-um. Slökkti þarna á hæfileikum margra í höfðingja, í liði höfðingja og sáum líka
að það hjálpaði Natta ekki að vera á Zenyatta, einmitt, á móti klassa. Því að við vitum það náttúrulega þegar Sombra hakkar Zenyatta þá missir hann shield healthið sitt og verður þá í staðan fyrir að vera með 200 HP þá verður hann með svona einhver 50 HP. Og voða lítið á greið kalli. Það er rosa slæmt að vera Zenyatta þegar þú ert hakkar og þá eiginlega hverfuru bara frekar rætt. En liðin eru búin að ákveða hvað þau vilja gera næst, hvert í heiminn þau vilja fara og við ætlum að fara í Havana. Og Bölvun ætlar að velja, völdu defense. Höfðingjar völdu það að taka og spila Havana og Bölvun vilja byrja á að vernda, verja mappið. Það verður, þetta verður eins og áðan að höfðingjar fyrst að þeir eru að taka fyrst, ætla að búla að atgera á þetta? Rúllu svo bara í gegnum mappið? Það er spurning. Það er spurning hvað gerist. Nóg á mappinu, nóg tími fyrir bæði liðin að gera eitthvað crazy stuff. En við sjáum breytingar líka. En ég fer betur yfir það þegar við komum í mappið og áhorfendur geta líka að sé þessar breytingar. Þannig að við þurfum ekkert að fara nánar út þar akkurat núna. Nei. En það er bara spurningin hvort að liðin séu tilbúin til þess að fara að spila. Það væri rosa fínt að fá það hreint. Það er mest að vera ready, sko. Það er mest að vera ready. Við höfum ekki að henda mönnum inn í leik sem þeir eru ekki tilbúinir að spila. En mér sýnist okkur ekkert vera að vanbúnaði og við séum bara að henda okkur inn í mappið. Þá ætla ég að fara yfir þessar breytingar. Þær eru í liði höfðingja og höfðingjar eru búin að skipta út þeim Mercials og Hospes og eru komin með Realm 9 og Steppo í staðinn. En ég ætla ekki að kalla hann Realm 9 allan tíman, þannig ég ætla bara að kalla hann Realm. Það sé einfaldara fyrir okkur öll að fylgjast með því. Nema náttúrulega að fólk vill endilega kalla að við séum að kalla hann Realm 9. Já, nei, ég tek það bara ekki val. Ég ætla bara að hafa þetta stutt og laggott og kalla hann Realm. Og þeir geta það bara skammað mig eftir á þeir sem eru ósáttir við það. Það verður bara að vera þannig. Já, það verður bara þannig. Og í Bölvun, það er Fenrir á Baptiste, Kelly á Dífu, Kiwibird á Mercy, Mystigur á Ryan, Rani á Öru og Klassi er kominn á McCree. Já, við sjáum að Elo vermir Sigma í augnablikinu og Steppo er á Orisu. Realm er á Soldier á meðan Natti og Nonsi spila Lucio og Baptiste og Finnsi er komin yfir á Hanzo og skipta ról í leni. Við vorum ekki að fylgjast með. Elo missir góðan hluta af lífi sinu, hratt og Realm er horfinn. Bölvun er bara við innganginn í spánina. Þeir ætla ekki að hleypa neinum út. Þetta er eitthvað, en höfðingjar brjóskast við, þeir ætla sér þetta út þessar dyr, þeir ætla ekki að fara út einhverjar aðrar dyr, en Realm sem var farin að þeir á Symmetru er fallin aftur, en þeir eru komin út hægra megin núna. Já, þeir nettu þessari þjóðsku ekki lengur. Hverfur ansir það til miður fyrir Steppo, en þeir eru með skjöld og Finnsi tekur út Fenri á hans honum. Nonsi nær Mystigaur, nær ekki að eftir að hann hendi út chatterinu
Reyni tekur þess að út, Nonsa og Steppa, en Relm og finnur hann. Kýbörn. Svo höfðingjar eru komnir af stað með payloadin. Er það ekki Reyni? Ég held að það veri Reyni. Er það Rani? Rani? Ég veit ekki, ég er bara svo vanur alltaf þegar ég sé þetta nafn, þá segi ég alltaf Rani. Ég kenni Dr. Who'um, fyrir þá sem vita hvað ég er að tala um. Ok. Gömlu góðu þættinni síðan 1970, kallar mig, skal ég segja þér. Já, þú lést mig einhvern mann hafa þetta á grunn í USB-drifi, en finnur hann Rani, eða Reyni. Já. Og við verðum að spyrja hvort að hann sé svona mikill Dr. Who aðdáðandi eins og þú eftir leikinn bara. Klassi tekur Relm, en Finnsi nær klassa. Finnsi tekur líka upp Kývörð og Natti tekur Mr. Gaur. Höfðingar eru komnir, búinir að klára fyrsta point með 4,5 mínútur í bankanum á meðan við vorum að bulla. Já, ég veit samt ekki alveg hvað Mr. Gaur var að gera. Hann chargeaði bara hann einn inn í allir og dó bara. Ég veit nákvæmlega hvað hann var að gera. Hann var að spila Ræn. Já. En það þarf ekki mikið það. Það kemur þetta flux frá honum Ilo, en Kelly át drega. Það getur verið að einhverju hafa mistað því, en ég sá þetta og ég held að ég hef verið skammar að ég ekki mistað það, en Kelly át þarna dregan hans Finnsa. Og náttúrulega Nonsi var að Fenrir var þarna með rosalega flott Immortality Field til þess að hjálpa liðinu sínu í gegnum þetta flux áðan, en Bölvin eru búin að ýta höfðingjum aðeins aftur á bak og höfðingjar eru hérna að koma sér aftur saman til þess að gera aðra atrennu á point B. Kemur út beat frá Natta. Já, soundbarrierinn frá Natta heldur höfðingjamönnum heilbrigðum þá með þeir reyna að gera árásina, en nú eru báðir lampar farnir og Relm fellur. Relm fellur inn í tekum hann út. Klassi fellur, Ilo nær honum. Nonsi er tekin út af Mr. Gaur, en höfðingjar eru að ýta, Ilo og Natti á pointinu. Núna er Ilo eitthvað að bakka í burtu, þannig að skilur Natta einan eftir og hann fellur. Rani er komin hérna yfir á Hansson, mætir hérna Finnsa á sínu meina. Ilo í miklu vandræðum. Tekur hann nær honum út hérna. Kiwi hann fellur. Já, Steppa nær að taka Kýbörð og svo virðist sem að Bölvin séu orðnir ansi graðir hérna og sjá það sjálfur og bakka áður en að þeim sýnt í tóheimana, en Rani hérna, hann ekkert að bakka fyrir hann að tekur út Nonsa, sko. Steppo er með mjög lítið líf eftir og bakkar hérna baka vekk til þess að missi ekki það litla sem hann á eftir að því. Rani er hérna að skjóta í gegnum dyr og kemur út dífabomb, en það heyr ekki neinu og drekar úr báðum áttum. Taka Fenri, Mr. Gaur tekur eins og út Ilo. Það var Finnsi með drega sem Kelly át ekki og Bongo frá Steppo er úti að sjáum hvort að damage boost gefið þeim. Ég hefði séð út window frá Nonsa. Já, þessi gluggi er ekki alveg á nógu góðum stað, þar sem að Bölvun eru bara ekki þar megin við það sem að Nonsi myndi vilja hafa þá, sko. Nei. En allt kemur fyrir ekki og Finnsi nær á þeim killur. Þarna kemur gluggi frá honum Fenri sem er á töluvert skárri stað fyrir hann. En og hann Rani tekur Relm þarna út í gegnum hann en Finnsi náði Fenri og þetta kemur Ilo og það er ekkert Immortality Field til þess að bjarga Mr. Gaur. Ilo tekur út Rani líka og Klassi og Kelly samt er að taka út Nonsa og Finnsa. Þetta er alltaf skrappi fætt hérna. Búin að ganga lengi og það er að koma dreki úr spáni frá
frá höfðingjum. Já, það finnst ég alltaf að skildi yfir á Finnst ég komin yfir á Tracer. Þannig að hann hendi bara í góðan drega sem að náði síðan ekki einu sinni alla leið á pointið því að hann skipti síðan yfir á Tracer. Og dreginn gerði ekkert gagn. Nei, það er ekki neitt. Það er bara tíma svona að bíða þangað til að dreginn lengi. Já, algjörlega. Og finnst ég strax farin að gera meira gagn í þessu Tracer. Þetta er hann að dreginn hefði nokkuð maður gert. En ekki bara bæði út á Kelly. Nær ekki Nær neirum. bara lampanum, en afgangurinn af liði Bölvunar tekur hérna nógu mikið að killum. Round 1 er búið og höfðingir komast ekki nema 88,87 metra inn á Point 2. point B. Point B. Eru þá með 1 stig og náðu þeir ekki að stöðva Bölvun frá því að komast í allangt og þeir komust, þá er þessum leik lokið. Já. Þannig að höfðingjar eru með ærið verk framöndan. Að stöðva Bölvun sem að hefur bara virst óstöðvandi núna. Ef höfðingjar hefur komist lengra væri allt önnur saga, en í raun og veru á point B þá náttúrulega er þetta ekkert það langt, sko. Nei, og point B er svona erfitt point til þess að halda. Þú vilt aldrei halda annarkvort á point A eða point C. Og þarna setja Bölvun höfðingja á svo óþægilega stöðu að þeir gefa þeim ekki mikið möguleika á að spila mappið í þægindum. Þeir þurfa annarkvort að setja öll sín egg í þá körfu að halda þeim hérna algjörlega á point A eða þá að reyna að halda point B sem getur reynst mjög stremmt. En við sjáum að höfðingjar hafa ákveðið að halda þáttið frekar aftarlega. Já. Mikið aftar heldur en Bölvun gerðu. Það er ábyggilega eitthvað sem virkar fyrir þá. Já, þetta er greinilega, þeir eru með sínar ástæður fyrir þessu, en þetta setur þá einmitt síðan aftur í ákveðin vanda því að þeir eru í rauninni að gefa Bölvun dálítið mikið pláss sem að Bölvun er ekkert að tvínuna við að nýta sér og fara beint inn, en Natti tekur þetta út, Mr. Gaur. Ég sá þetta reyndar fara á allt annan hátt, sko. Gífur bara tekur þetta, Finnsi er samt hérna að taka út Fenri. Steppin er Rani og Finnsi tekur út Klassa. En Finnsi er fallinn hérna. Kelly tók hann og það var bara ekki nóg healing til þess að halda Steppa á lífi. Nonspe er ennþá á point. Já, það var ekki alveg að finna. Nei, það var aðeins of seint þetta með Emarstandi fylgið, en hann keypti vonandi nægan tíma fyrir liðsfélaga sinna til þess að koma sér heim og saman. Og við sjáum þetta Mr. Gaur strax taka mikið pláss hérna nálægt höfðingjum. Þetta er ekki gott fyrir höfðingja sem vilja komast á pointi til þess að stoppa það. Kemur út dreki frá Finnsa. Nær Kýbörd og Mr. Gaur hérna misti nógu mikið lítra. Hann getur tekið hann út úr bardaganum. Þetta gæti verið nóg fyrir höfðingja sem eru núna að taka þá af lífi í Bölvun hægt og rólega og eru núna komnir í ágæta stöðu. Steppi situr hérna ofan á pattbílnum hérna og segir hingað og ekki lengra. Og með tæpar 2 mínútur eftir þá gæti þetta reynst Bölvun dýrkeypt. Já, en þetta er ekki löng leið fyrir að fara í raun og veru, ef við bara ná að taka pointið aftur. Já, en til þess þurfa þeir náttúrulega að vinna tímfættið og þeir eru að fara að vinna með high-groundið. En það náttúrulega gefur þeim ekki pointið sjálfkrafa, sko. Þeir þurfa að ná að taka plássið af Kemur út Væsur á Klassa. Nær Íló. Íló að klára fluxið. Þetta er slæmt, en Bongo er úti frá Steppa og Relm tekur þetta bara 3 og eins og bara lítið sé
Fenrir fellur, Kelly missir mekkatinn og fellur. Og Rani fellur líka. þetta sendir Bölvun aftur á teikniborðið með mínútu eftir. Hún að missa mínútu þarna í að reyna þetta og þeir þurfa að koma sterkir inn hérna. Eru með 2 ult og nálgast 2 í viðbót. Það vonandi hér ætlaði bara að koma með aggróið. Díobomba kemur í Finsa! Ílaði falli líka, Fenrir náði honum. Og það spurning hvað hægt að gera. Hann komin þetta. Kemur út drekið frá Rani. Kelly uppi bara hérna. Tekur út Steppo. Og hérna, ég veit ekki hvort tókstættinni, Relm bara fékk ekki tækifæri til að nota væsanum sinn. Af því að Kelly fór bara hana upp í gluggann til hans og Mr. Gaur. Þetta var mjög vel spilað hjá Bölvun. Klassi situr einn eftir á point. Þeir hafa rúm 2,5 mínútu til að koma bílnum í gegnum allt. Já, og þeir ætla ekkert að tvína hana við þetta. Þeir ætla nú að ná höfðingjum áður en þeir fá tækifæri til að setja sig almennilega upp. Relm fellur. Og þeir taka Relm út. Finsi fellur líka. Kemur út gluggi frá Fenri. Og Mr. Gaur komin alla leið í baklínuna. Kelly með honum, tekur út Natta. Og höfðingjar eru bara búin að hörfa út af point B. Kelly bara búin að vera hérna í gudi chilli bara á payloadinu. Ekkert stress, ekkert ves á kallinum. Svo hérna bara, þeir eru komin meira en halva leið gegnum point B. Þeir eru bara að nálgast þetta. Og það virðist rosa fátt vera sem að höfðingjar geta gert. Þeir eru í slæmri stöðu hérna með Nei, þetta bara búið. Þetta búið. Því miður eru höfðingjar Nei, Finsi nær snerta og þetta búið. Bölvun tekur þetta 2-0. Þetta var svakalegu leikur hérna. Höfðingjar gáfu allt sitt en það var ekki nóg gegn rosalega sterkri Bölvun. En Finsi fær samt play of the game. Já, þetta var líka flott play hjá hann. Svakalegur, hann svakalegur. Já, þetta náttúrulega leikmaður sem að vert að fylgjast með, sko. Já. En við náttúrulega, eins og venjulega, fáum menn í viðtöl. Já. Og það spurning hverjir nenna að spjalla við okkur. Mér skilst að Nonsi úr höfðingjum ætlar að koma, fyrst hann eini eftir. Allir hinir bara fóru, ekki sátti greina. Nei, ekkert endilega, sko. Hvað veit maður? Nei, bara með að hann eini eftir í lobbyinu. Já, það spurning hverjir ætla að bjóða sér fram. Það er greinilegt að Bölvun eitthvað sketchy. Bölvun eitthvað hérna melta þetta með sér. Við erum komnir með einhvern veginn í biðstofuna. En já, Nonsi segir að höfðingjar hafi ekki áhuga á viðtali og afþakka það. Þannig að það bara þeirra val og þeir bara stóðu sér vel í kvöld og bara vel gert hjá þeim og þeir þurfu ekki að mæta viðtal að þið vilja ekki. En við erum konum með einhvern viðtal hérna. Já. Góða kvöldi. Má bjóða að kynna þig af því að þú ert með sama Discord-nafn og með í leiknum? Nei, ég heiti Markus. Þú ert Markus? Þú ert Fenrir, já. Sæll og blessaður Fenrir. Sælir. Til aðeins með sigurinn. Já, þetta var mjög stuttur leikur. Ég var að búast við. Ég var að byrjast hörkur rimmi. Já, ég var minnstakosti 2-1 var ég að búast við en svona þetta bara stundum. Það ekkert hægt að hafa þannig annað í stöðunni, sko. Nei, höfðingjar stóðu sig rosalega vel en það var hreinlega bara augljóst að þið í Bölvun eruð bara að skjóta á öllum sílindurum akkurat núna og gefið ekkert eftir. Heldur betur. Eruð þið búin að vera undirbúið okkur mikið fyrir þetta? Sko, í raun og veru byrjuðum við svolítið seint að undirbúa okkur. Tók okkur svolítið tíma að koma okkur í gírinn en eru búin að skrimma reglulega seinustu vikur.
og búin að spila mikið saman og erum alltaf búin að þekkjast helviti lengi þannig að þurfti ekki mikið til þess að hlutir svona byrjuðu að klikka hjá okkur. Já, það er gott að skrifa, það er mjög gott að skrifa. En já, þetta er svona svipað eins og við berserkjum að við erum alltaf ógeðslega seinir í undirbúning. Já, en það er greinlegt að það gengur betur kannski fyrir ykkur með okkur, þar sem þið eru náttúrulega í úrvalsdeildinni, meðan við erum hins vegar ekki í úrvalsdeildinni. Já, en þú veist, þetta er líka bara spurning þú veist, metnaðinn sem maður leggur í þetta og þú veist, við erum að spila og svona, við erum búin að spila alltaf nokkur saman núna í alveg langan tíma og hérna, Og hérna, það virðist vera spurningin úr sal, við erum náttúrulega bara að heyra í ykkur núna í fyrsta skipti, núna á mótinu og hvernig þetta búið að ganga hjá okkur, hingað til? Það náttúrulega var ákveðin skellur að korter í mót þá mistum við mjög valuable meðlim úr liðinu, hann hérna komst ekki helgina og þurftum að hérna fá inn varamann. En svona með það í huga þá náttúrulega getur maður ekki mikið kvartað yfir frammistöðu leikmannanna bara í síðustu 2 leikjum. Nei, akkurat. Þú veist, við erum búin að vinna báða. Nákvæmlega. Hvaða lið tókuðu fyrsta leikinn á móti? Við mættum Atgerum í fyrsta leik, það var svolítið brösulegt og ég hérna klikkaði svolítið á því að ég var svolítið seinna á því en að koma á vinnu og svona og hérna vorum svolítið ekki heitir og svolítið svona rugglingsleg kom hjá okkur og kannski ekki alltaf virka en síðan í seinni leiknum þá svona byrjaði þetta að klikka rosalega vel hjá okkur og síðan vorum við bara drullu heitir þegar við mættum helmingum sko. Já. Heldur betur. Sem er gott. Það virkaði greinilega, það virkaði greinilega, bara mjög mikið. Já, sko, við nefnilega hérna höfum spilað slatta við Höfðingja, þetta er frábært lið sem við erum með og við höfum alltaf horft á þá sem smá svona rivals við okkur og búin að vera á svipuðu staði einhvern veginn í gegnum bara almenna bikarinn og eitthvað svona. En það sem er svo skemmtilegt við þetta sérstaklega fyrir okkur er að þeir hafa alltaf unnið sko. Alltaf alveg svo unnið með yfirburðum og núna náðum við smá svona revenge frá. Þannig þetta er svona eitthvað sætt fyrir okkur einhvern veginn að vinna núna. Já, þetta var greinilega bittersweet moment fyrir Höfðingja allavega fyrst að þau bara letsuðu bara í lok leiksins. Já, þetta er náttúrulega sko, þú veist eins og ég segi, það er smá svona, þú veist, menn þekkja hvern annan úr sömu liðum og svona, þetta eru ekki vinir mínir í Höfðingjum og svona í raunveruleikanum og svona og þetta er náttúrulega alltaf sárt að tapa og ég man alveg hvernig það var fyrir mig að tapa gegn þeim áður fyrr, það var ekki skemmtilegasta sem ég hef gert. Maður þarf að tapa einhvern tímann og við áttum skilið kannski að vinna 1 leik. Já, ég meina, hvort þið hafið átt að skilið þið ekki, þið unnuð ykkur að innan minnst eitthvað og unnuð þennan leik, þannig að það fer ekki að milli mála að þið hafið greinilega átt að skilið eftir vinnuna sem þið lögðuð inn. En þið náttúrulega, þið eruð hérna í lúnsbrakettinu og unnuð silfur í síðasta leik. Heldur betur. Og var það auðveldara leikur heldur en þessi? Sko, það er raun og veru fer rosalega eftir í hvernig þú horfir á það sko, að í byrjuninni þetta náttúrulega byrjaði rosalega svona skemmtilegu leikur og bæði lið svona fram og tilbaka einhvern veginn en síðan svona þegar þetta byrjaði að líta svolítið illa út fyrir hitt liðið þá kannski var þetta byrjaði að fara svolítið niður en ég get ekki tekið neitt frá silfur í raun og veru sko, þeir stóðu sér bara mjög vel af því sem við sáum sko. Já, flott lið náttúrulega. Já, nákvæmlega, þeir búin að vera og svona. Já, búin að vera lengi í senunni og búin að halda sér í úrvals og efri deildinni þar á undan allan þann tíma, þannig að það alveg tekur á að gera það. Það kann líka alltaf að meta þegar að þú veist leikmenn í sama liðinu bara frá byrjun, þú veist, við erum alltaf að vinna með það í bölvun að það eru nokkrir hjá okkur sem búin að vera bara frá season 1. Silver í sama pakka, þetta er svona, þú veist, maður fílar það þegar að fólk hefur metnaðin í að halda áfram þó illa gangi sko. Við fyrir það í bölvun. Bara snýst í raun og veru bara svona, þú veist, win or lose, þú veist, bara hafa gaman og þú veist, og ert líka með fólki með þér í liðinu sem þú bara, þú veist, treystir og bara sama hvað, þú veist, þá verður þetta bara mikið skemmtilegra. Þetta er svona, þú veist, þegar þú ert með fólki í kringu þess að þú fílar að vera í kringum og svona, þá byrjar alltaf að virka betur og það er svona sem ég fór út í það með okkur að, þú veist, á pappir kannski erum við ekki sterkastir en við þekkjum hvort annan mjög vel, treystum hvort öðrum og það er aldrei neitt svona toxicity á milli okkar. Við stöndum þétt saman alltaf við baki okkar öðrum í bölvun og ég sé að það er svolítið svoleiðis með silfur líka. Já, það er bæði skemmtilegra að vinna með vinnum sínum og auðveldara að tapa með þá við hliðina á sér líka.
Hárrétt. Þannig að ég skil þennan hugsunarhátt mjög vel. Heldur betur. Það er alveg, já, ábygglega á við fleiri lið heldur en bara þessi lið sem eru búin að ræða, sko. Nákvæmlega, ég meina það er alltaf flest lið með original members og þú veist, það eru náttúrulega þessi lið í efri deildinni, alveg eins og í neðri, að þú veist, þetta er allt frábær lið og það er góð í leiknum eða ekki, eða það er bara mismunandi skoðanir. En þetta er alltaf frábært fólk, skemmtilegt samfélag og þá einhvern veginn hentar þetta og virkar miklu betur hjá öllum bara. Já. En það er eitthvað sem stendur upp úr þessum leik? Já, er eitthvað sem... Já, ég verð bara að hrósa höfðingjum fyrir bara frammistöðu. Við erum alveg sammála því allir í bölvun að þetta var ekki léttur leikur á neinn hátt. Þetta var mjög sterkt frá þeim. Við byggumst alveg við því að þeir myndi gefa okkur erfiðleika. En síðan alltaf er ég bara ógeðslega stoltur af því bara hvað við erum búin að komast yfir. Þú veist, mistum leikmenn og alls konar og gott að fari vel hjá liðum sem var hafa haft erfitt uppdráttar fyrir mót. Nú er næsti leikurinn ykkar í Lúsasót númer 3, annaðhvort á móti Tröllum eða Selum. Já, heldur betur. Ef þú mættir velja andstæðinginn, hvoru liðinu heldur að þú myndir vilja frekar mæta? Sko, þetta er nefnilega svolítið flókið að ég hef akkurat komið í viðtalið en ekki einhver annar úr bölvun, að ég er svolítið ósammála restina af liðinu, sko. Ok, gefðu okkur þá bara fyrst þitt svar og svo liðsins. Fyrir mér er þetta bara mjög einfalt. Við eigum óklárað verkefni gegn Tröllum frá því í fyrra. Og ég vil bara vinna það lið. Það er bara sem það er. Það eru bara góðir okkar og við höfum skrimmað við á slatta og svoleiðis og við vitum hvað að gera. Og við vitum minnst inn að við eigum séns í það á okkar besta degi. Svona í andra veganum. Og eins og ég segi, við þurfum smá hefnd gegn þeim svona eins og andra. Þannig að það er gaman að gera það í sama móti. Já, en liðið er sem sagt ósammálaður og heldur að það væri betra að mæta Selum. Sko, málið er að við höfum skrimmað slatta við Tröll og þekkjum liðið rosalega vel og sömuleiðis öfugt. Þeir náttúrulega þekkja okkur helviti vel, allt mjög góðir vinir okkar og svona... Því ekki að sverða að skrimma. Já, svona vita bæði lið hvað hinir munu gera nokkurn veginn, sko. Já. Þannig að þeir væru held ég meira til í að spila við Seli, sko. Já. Já, það kemur bara í ljós, bara hvernig hvað verður úr þessu. Spennandi að segja það. Hörkuleikur framöndan hjá okkur. Ég held að hann verði spilaður á morgun. Já. Ég held ég fari ekki með randmál þar. En eitthvað að lokum, Fenrir, eitthvað shoutout eða eitthvað svoleiðis? Nei, sko, í raun og veru ekki, nema bara, þú veist, shoutout á höfðingja, við erum bara geggjaðan leik og elskum þessa gaura, elskum þetta lið og bara, þú veist, til hamingju, Ingi og fleiri sem að koma að þessu móti fyrir að gera svona geggjað mót fyrir okkur svona í haust. Já, það er búið að vera gaman. Klassa shoutout hjá Fenri, takk fyrir að mætið viðtal, til hamingju með sigurinn og gangi ykkur vel í næsta leik. Takk fyrir kærlega, ég heyri ykkur frá. En það er smá breyting. Höfðingjar sem við heldum að hefðu afþakkað viðtal hafa sendt hann Finnsa í viðtal og við bjóðum hann velkomin yfir til okkar. Góða kvöldið, Finnsi. Góða kvöldið. Hvað segirðu? Bara allt samilegt. Þú ert sæmilegur. Það verður skemmtilega að vinna, náttúrulega. Já, þetta. En þú ert ekki rosalega ósáttur. Nei, alltaf gaman að spila með vinnum. Já, það er skemmtilegt. En hvernig er þetta búið að vera núna hjá ykkur í bölvun? Höfðingjum? Nei, í höfðingjum minna ég, sorry. Þið náttúrulega pikkaður upp af XY og eru náttúrulega að keyra harkalega á þetta. Unnuð þarna fyrsta leikinn ykkar á móti Selum. Já. Og voru það væntanlega komnir í alveg svona high spirits. Já, þetta. Og... Svo var landsliðið næst, náttúrulega. Já, erfitt að taka það. Þú náttúrulega spilaðir eitthvað með þeim á tímabilið, var það ekki? Jú, bara fyrir World Cup, náttúrulega. Það er formað. Já, ég fylgdist eitthvað með, hvað var það, Evrópumótinu fyrst að hún fóru í World Cup?
Já, við vorum líka að því. Við unnum það á mót. Ég sá seinustu 3 leikinn ykkar, þetta var mjög gott, þetta var mjög skemmtilegt. Við rústum Danmörku 3-0. Það er alltaf gaman að rústa Danmörku, sko. Svo fengu þeir topp 4 á BlizzCon og eitthvað. Það er greinlegt að þeir voru ekki að sætta sig við tapið á móti ykkur. Nei. En jú, það var mjög skemmtilegt mót. Það var gaman að taka þátt í þessu, sko. Já, mjög. En þú ert náttúrulega búin að vera alltaf lengi í senu, þú ert búin að vera hingað og þangað, stoppaðir í Overwatch League í alveg 1,5 síðan að minnsta kosti. Allt, já. Jú, ég er búin að vera að spila í alltaf mörg ár. Gaman að fylgjast með þér þar. Já, það var mjög gaman þar. Já, ég var mjög sáttur með það að frétta að vera Íslendingur komin í Overwatch League og það geggjað. Ég var náttúrulega sko gallharður grænn og gullinn hérna þegar þú tjónaði Valiant, þannig að það var alveg geggjað. En svo náttúrulega ertu komin aftur bara í lokal senuna og varst náttúrulega líka í hérna Contenders. Er þetta meðvitað ákvörðun að róa sig niður og koma aftur til Íslands og Nei, ég er enda sko að byggja gera eitthvað Contenders á upp, hliðinni. Já. Ég spila alltaf Contenders líka. Ég spila með British Hurricane, eða Cloud9. Já, þú ert ennþá þar, já. Já. Ég kom eitthvað grein með þér daginn eða hvað svo leiðis. Já, ég mitt, það er spjall. Ég las hana og hún var mjög áhugaverð. Já, skemmtilegt að gera það. Já. Nú sendur bara líka það. En já, svona, ég æfi bara með þeim og svo kem ég að spila á laugardögum með þessum strákum fyrir þessa keppni. Snill. Þetta er laugardagurinn eini frídagurinn minn. Og hérna, til þess að fá alveg fullan bias, hvort er skemmtilega? Það er náttúrulega alltaf skemmtilega að spila með alveg vinum sínum. Yes! Þannig fengum við það. Já. Almenni Overwatch er skemmtilegur en Contenders. Já, ok, heyrðu þetta fyrst í þér. Heyrðu þetta fyrst í þér. Nei, ég segi svona, er eitthvað svona sérstök shoutout eða eitthvað sem þú vilt koma á framfæri, Finnsi? Bara shoutout við liðsfélagana mína. Þeir eru búin að vera að æfa sig vel og þeir spiluðu allir mjög vel í dag. Við náðum bara ekki að klára þetta. Við gerðum skemmtilega vel á flestum mappanum. Við vorum alveg mjög close. Þið stóðu ykkur hörku vel. Stundum tapar maður bara. Já. Það er ekki hægt, maður vinnur allt saman, það er bara leiðilegt, að vinna. Já, ég mitt. Það er skemmtilega að vinna eftir maður tapar stund. Það er yfirleitt alltaf þannig, finnst mér allavega. En ábyggilega kannski einhverju ósammálum byrja í þessu, en mér er alveg saman þegar skoði. Nei, ég segi svona. En líka náttúrulega kannski gaman fyrir bölvun eftir að þið hafi unnið á öll skipti sem þið hafið mætt þeim í áður. Einmitt. En Fenrir var einmitt að segja það og mjög sterkt rivalry á milli þess að beggja liða. Já, og þeir voru mjög sáttir allavega með það að fá loksins að vinna ykkur. Já. Það er gott fyrir þá, stundum að vinna. Já, það komið við lifum það stundum. Var þetta sem sagt, ég gáði bara leikinn. Nei, það var ekki gaman að segja það, en við töpuðum bara. Já, þið gáðu góðan leik hérna og börðust harkalega. Það var ekki dirgið af ykkur. Já, ég hendi DPS-in. DPS-in leit mjög vel út. Já, við þurftum að fá Rissa-player og steppa over einu Rissa-playerin. Svo ég hendi DPS-in í stæðan. En myndu vera að fylgjast með hvernig mótið fer? Já, ég myndi örugglega horfa eitthvað á þetta á morgun. Á milli æfingar. Geggjað að heyra. Þá bara, ef það er ekki eitthvað sérstakt sem þú vilt koma á framfæri, Finnsi, að lokum, ekkert sem kemur í hugann. Þá bara þökkum við kærlega fyrir, fáðu við vita. Já, takk fyrir að halda þetta mót. Shoutout fyrir alla mótstjórnin að halda þessi mót. Já, heldur betur. Snillingar sem að standa að þessu og vera að halda þetta. Já, og allir kasturotnir og alltaf. Takk fyrir það, við erum bara að gera okkur besta. Já, þetta er mjög gott. Já, takk fyrir mig. Já, hörru, takk svo leiðis. Takk fyrir að koma og við heyrjumst. Takk. Bye. Já, svona þannig fór það. Já, og mér sýnist við ekki vera með fleiri leiki í
dag. Nei, þetta er búið Með í það sem að- kvöld, en Það á sem morgun við erum með. En á morgun verður fyrsti leikurinn strímaður er á móti böðlum Böðlar og atgerar. Já, morgun klukkan 4. Þannig að mætið hinga á slæginu 4. Þú veist það er Og sunnudagur, það ekki hafi seinna ekkert það. þú veist það er sunnudagur, það hafi ekkert betra að gera. Nei, það verður engin neitt betra að gera en það. Nei, þú veist, þetta verður hörkuleikur. Landslið á móti atgerum. Það verður eitthvað, sko. Við sáum atgerum náttúrulega hérna áðan. Já. Spila harkalega á móti tröllum. Aha. Og það verður eitthvað að sjá það mæta böðlum. Svo náttúrulega kemur í ljós líka hérna hvað gerist í trölla og sela leiknum. Hverjir mæta bölvun og svo hvað gerist í Losers Final. Yes. Fyrsta laugadagur, það kemur ekki óvart að það verði ábyggla einhverjir sem mæta í Community Night. Já. Já, það er ábyggla kannski næsta dagskrá en annars er bara ekkert meira á dagskrá frá almenna bikarnum sjálfum. Það er frá almenna. Almenni bikarinn heldur áfram á morgun klukkan 4. Já. Við þökkum fyrir okkur í dag. Kvöld og ég ætla endilega að þakka Wi-Fi fyrir það að vera tæknin í allan dag. Hún er búin að standa sig alveg rosa vel. Wi-Fi er búin að standa sig bara eins og hetju hérna baku tjöldin. Það er ekki oft, það er ekki nóg mikið talað þann sem að stjórnar streyminu. En ég ætla mig alveg að gefa Wi-Fi klapp á bakið fyrir það að hafa streamað þessum 3 leikjum og staðið sig bara með prýð. Yes. Þannig að takk fyrir okkur í kvöld. Já, takk fyrir okkur. Ég er Krutix. Ég er Gilja Gaur, við sjáum Stress og Kát á morgun. Ég man ekki hvort að við séum að kasta fyrsta leik eða ekki. Nei, ég held að við séum ekki að kasta fyrsta leik. Nei, við erum ekki að kasta fyrsta leik, en við kastum allavega líka á morgun. Já, við kastum eitthvað á morgun. Heyrumst. Við ses! Já, við hörum.